Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, það heyrist stundum að embættismannakerfið hér á landi hafi þanist út og sé hömlulaust. Aðrir segja að pólitíkusar ráði of miklu á kostnað starfa embættismanna. Við ætlum að ræða skýrslu nú sem kom út fyrir skömmu og tekur á samanburði Íslands við önnur lönd og verður fróðlegt að fá að heyra hvað viðmælendur mínir hér hafum hana að segja. Þeir eru Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræðingur og Þorvaldur Ingi Jónsson, stjórnsýslufræðingur, báðir gamlir refir, margsildir. En ég ætla að byrja á því sem hefur verið svona svolítið á milli tanna fólks í dag og varðar þessa skýrslu að Mogginn slær því upp á forsíðu að svo sem að vann þessa skýrslu, það verk eitt og út fyrir sig, hvað það hafi vaxið að umfangi tíma og kostnaði, verið 5 sinnum dýrara og heldur en að var stefnt. Sko, bara byrjaði að fá viðbrögð þín, Ólafur, á svona þessa frétt Moggans áður við förum í inntak skýrslunar. Já, þetta nú því miður dæmigerð blaðamennska sem að margir Íslendingar hafa stundað lengi. Það að segja að það fyrst og fremst fjallað aukaatriði, það farið rangt með og aldrei komið að kjarna máls. Aðalatriðið með þessa skýrslu auðvitað það hvað hún hefur fram að færa til viklegrar umræðu samband stjórnmála og embættismanna á Íslandi, hvernig við getum bætt þau samskipti, bætt okkar embættismannakerfi, fært okkur kannski nær Norðurlöndunum. Það að þessi nefnd sem að skilar frábæru verkið að mínu mati, já, að hún kaupi sérfræði aðstóð fyrir 20 milljónir. Það finnst mér nú bara ansi vel sloppið. Já. Og má nefna í leiðinni að menn gleyma því stundum þeir eru að skammast yfir því að embættiskerfið eða sérfræðingarnir, þeir kosti tiltekna peninga þeirra vinna, sem auðvitað rétt, að mistök í stjórnsýslunni, það að segja það að við séum með vanhæfa embættismenn sem að geri mistök til dæmis í tæknilegum útfærslum lagafrumvarpa sem að hafa ekkert með stefnumótunin að gera, bara tækni. Að mistök þar geta og hafa kostað hundruðir milljóna í opinber útgjöld bara fyrir klúður og klaufaskap og ég held að húsnæðiskerfið á þessari öld sé ágætt dæmi um það. Þannig að þér finnst Mogginn að ósekju varpa rýrð á störf Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur, stjórnsýslufræðings aðalhöfundar skýrslunnar. Já, ef þú skilur það þannig, þá þetta náttúrulega ekkert annað en bara persónunýð. Mjög ómerkileg gagnrýni, hún kollega minn. Sigurbjörg, vandaður rannsóknarmaður, hún alls ekki ein sem skrifar þessa skýrslu en hún skrifar töluvert í henni og líka hluta af viðaukunum, það ýmsir fleiri sem skrifa viðaukana og þetta bara í það heila tekið afskaplega vönduð vinna og það hefur því miður verið þannig þegar að menn hafi verið að breyta sem sé stjórnsýslunni og tengslum ráðherra og embættismanna á Íslandi að það á því hefur oft verið mikil fljótaskrift og lélegur undirbúningur og það hefur ekki verið skrifað neitt ofboðslega mikið þessi samskipti stjórnmálamannana og æðstu embættismannana sem lykilatriði í nútíma lýðræðiskerfum. Fyrsta bókin held ég sem kom út þetta var eftir kollega minn Gunnar Helga Kristinsson
og heitir sem sé embættismenn og stjórnmálamenn þar sem fjallað var nákvæmlega þetta viðfangsefni og ég var nú að fá í dag bara bók sem ég hafði nú með til að sýna þér Björnin. Danska bók, þetta er helsta sérfræðing Dana í þessum málum. Nú maður heppinn að vera að læsa á dönsku. Og hann er hérna hæstaréttardómari og fyrrum prófessor og þessi bók heitir og kallast á við Gunnar Helga, hún heitir Ministri og embættismenn eða ráðherrar og embættismenn og undirtitillin plikter og ansvar. Það að segja skyldur og ábyrgð. En reyndar gerðist það nú undantekningarnar frá þessum fljótaskriftum í rauninni vinna sem var runnin á eftir hrunið í tíð stjórnar Jóhannu Sigurðardóttur að þá var farið í vandaðar úttektir breytingar á stjórnsýslunni þar sem meðal annars var reynt að stækka ráðuneytin, gera þau öflugri, auka samvinnu milli ráðuneytana. Sú þróun hefur sumpart gengið tilbaka, sérstaklega með breytingunum sem voru gerðar 2021. En síðan kemur þessi skýrsla núna og kannski sennilega bara frá því að bók Gunnars Helga kom út merkilegasta framlagið sem ég hef séð íslenska kerfið, þann vanda sem við að glíma og í rauninni hvernig við getum svona fært okkur meira í áttina að norrænu kerfunum. En norrænu kerfin, þau eru reyndar ólík. Við björum okkur nú oft saman helst við Danmörku vegna þess að þar eins og hér svokölluð ráðherrastjórnsýsla. Það að segja ráðherrarnir, einstakir ráðherrar eru mjög fyrirferðarmiklir hver á sínu sviði. Í Noregi og Svíþjóð aftur á móti þar miklu meiri áhersla á ríkisstjórnina sem heild. Staða forsætisráðurinn sterkari. Einstakir ráðherrar eru ekki að taka mjög mikið af ákvörðunum upp á sitt eindæmi. Og ekki staða aðstoðarmanna ráðherra sterkari í Noregi og Svíþjóð en í Danmörku? Já, það bara allt öðruvísi. Það í rauninni í Danmörku eru aðstoðarmenn svipaður og við höfum hér, en í Noregi og Danmörku eru aðstoðarráðherrar sem að hafa ráðherratitil og hafa yfir æðstu embættismönnum að segja. Og síðan til dæmis í Svíþjóð eru þeir ekki bara með aðstoð ráðherra, svona 2 til 3 eða 4 í hverju ráðuneyti, heldur eru þeir líka með pólitíska aðstoðamenn og þeir eru líka með pólitíska blaðafulltrúa. Þannig að ef menn fara í þetta norska eða sænska kerfi þá hefur það marga kosti, en það náttúrulega heldur einhver myndi nú skrækja yfir kostnaðinum. Því að mér sýnist það nú fljótt á litið vera mun kostnaðarsamara dæmi. En kjarni málsins þessi og það les maður í bara með því að skoða þessi kerfi sem að lýst þessi norrænu kerfi og hinn að lykilhugsunin allstaðar ekki að annarkvort að stjórnmálamenn eigi að ráða öllu eða að embættismenn eigi að ráða öllu og hafa vit fyrir stjórnmálamennunum. Það er verið að leita að jafnvægi þar sem sterk pólitísk forysta mótar stefnuna. Og það er algjörlega klárt að öflug pólitísk forysta á að móta stefnuna. Það er lýðræðið. En öflug pólitísk forysta getur ekki framkvæmt sína stefnu án hjálpar ópólitískra embættismanna sem að eru fyrst og fremst valdir á grundvelli hæfni og hjálpa stjórnmálamanninum til þess að færa hans eigin hugmyndir inn í til dæmis búning flókinna lagafrumvarpa og framkvæmdar á stefnunni. Þannig að embættismennirnir, hæfir embættismenn, eru algjört lykilatriði í framkvæmd lýðræðisins. Því að ef að stjórnmálamennirnir eru með lélega embættismenn sem kunna ekkert að útfæra stefnuna, þá endar það bara með gölluðum lögum og klúðri og menn ná engum árangri. Við skulum þá fara í svona, hvað maður að segja, einstök atriði. Nú ég með glærur Sigurbjargar fyrir fram á mig. Aðeins áður við byrjum þá ætla ég að segja að gagnrýnin á þessa skýrslu, hún hefur líka nokkuð komið fram í svona hægri podcastum á Íslandi sem að augljóslega bara illa við þetta embættismannakerfi og völd embættismanna og telja þau mikil og vilja að pólitíkin hafi meira að segja og
og finnst ekki trúverðugt að í embættismanna skýrslu. Þetta nú eiginlega mjög athyglisvert vegna þess að það sem verið að gera í þessari skýrslu bara nákvæmlega það sem meginstraumsumræða á öllum Norðurlöndunum. Og þar ríkir engin sérstakur ágreiningur milli hefðbundinna hægrimanna og hefðbundinna vinstrimanna það að það sé nauðsynlegt að vera með sterkt óháð embættismannakerfi sem að akkúrat hjálpar stjórnmálamönnunum til að koma sinni stefnu í framkvæmd. Hægrimennina og vinstrimennina greinir á það hversu mikið hlutverk ríkisvaldsins eigi að vera og hvað ríkið eigi að skipta sér af mörgu. En ég kannast ekki við nokkuð klassískan hægrimann í Skandinavíu sem að vill ráða pólitíska og óhæfa embættismennin í sitt kerfi. Hins vegar þetta náttúrulega þetta orðbragð sem maður heyrir hjá populistum, hjá Trump stjórninni, þar sem að þetta í rauninni bara populismi, trumpismi, elítan ómuleg og vilji fólksins þarf að ráða og það verið að níðast á stjórnmálamönnunum og bara allur sá söngur. En í Skandinavíu milli hefðbundina og vinstri og hægri flokka þá þetta ekki ágreiningsmál. Og þess vegna hef ég, út frá þessum almennu sjónarmiðum, þá það einn punktur, konkrétt punktur í þessari skýrslu sem að ég tel skipta langmestu máli og það hefur með að gera ráðningu á æðstu embættismönnum. Vegna þess að það kemur fram í skýrslunni og kannski einhverjum líki ekki svo niðurstaða en hún náttúrulega bara ótvíræð, bara vísindaleg staðreind, að ráðherrar á Íslandi þeir hafa meira geðþóttavald skipun æðstu embættismanna heldur en gerist hér í nágrannalöndunum og víðast annars staðar. Hér, svo við tökum þetta, hvernig þetta núna hér, þá til að mynda ráðuneytisstjóri, þá auglýst, ráðherra skipar hæfnisnefnd, hann einn skipar hæfnisnefndina og síðan ákveður hann hver ráðinn. Og þetta kerfi býður upp á að ráðherrann, ef hann vill, misbeiti valdi sínu í enganlegi þá flokkshagsmuna. Hvernig þetta til dæmis í Danmörku? Þar eru það ráðuneytisstjórar úr fagráðuneytinu sem að vill ráða nýjan ráðuneytisstjóra, fjármálaráðuneytinu og forsætisráðuneytinu sem að taka við umsóknum og leita svolítið kannski að því hvort það sé einhverjir sérstaklega hæfir menn lausir. Þetta, síðan gera þeir tillögur nokkra kandidata, þeir fara síðan fyrir ráðherranefnd, fagráðherrans, forsætisráðherrans og fjármálaráðherrans og þeir komast alltaf að sameiginlegri niðurstöðu. Auðvitað hefur fagráðherrann neitunarvald skipun ráðuneytisstjóra. Það dytti engum helvita manni í hug að fara að skipa ráðuneytisstjóra sem að ráðherrann telur að hann geti ekki unnið með. Ráðherrann verður að það lykilatriði að ráðuneytisstjórinn og ráðherrann geti unnið vel saman og þar sé traust á milli. En það að fara með þetta inn í ríkisstjórnina, það að segja að forsætisráðherrann og fjármálaráðherrann komið þarna, eigi bara samtal við fagráðherrann, það svona, ef að þetta allt saman almennilegt fólk og fagráðherrann í einhverju freistingu að gera eitthvað af sér, að þá geta nú kannski kollegarnir tveir sagt við hann, heyrðu, þetta nú alveg í lagi? Og tillögurnar hér nú bara þær að það sé ekki fagráðherrann einn sem skipi hæfnisnefndina, heldur komið fleiri þar að og síðan skuli ræða veitingu embættisins annarkvort í ríkisstjórninni eða í ráðherranefnd. Það að segja að ráðherrann þurfi að útskýra það með einhverjum hætti fyrir sínum kollegum að hann sé að gera rétt í sinni ráðningu. Og þetta finnst mér vera í anda þess sem stjórnsýslan einkennir alla stjórnsýslun á Norðurlöndunum lykil hugsun í þessum farsælu norrænu stjórnkerfum og með þessu sýnist mér að við séum að kannski að setja einn naglan enn í kistu pólitíska
fyrirgreiðslukerfisins sem að áratugum saman réði öllu á Íslandi. Þar sem að stjórnmálamenn réðu því hverjir eru barnakennarar á Ísafirði, hverjir eru húsverðir í leikfimihúsin í Hafnarfirði og þar fram eftir götunum. Þetta kerfi hefur skánað mjög mikið, við höfum mjög mikið lausir við þessa gömlu fyrirgreiðslu, en það eimir eftir af henni og geðþóttaskipanir, pólitískar geðþóttaskipanir einstakra ráðherra í æðstu embætti eru löngu úreltar og á Norðurlöndunum dytti engum mann í hug að framkvæma hluti með þeim hætti. Það eru sendiherrar sem eru ráðnir að geðþótta en þá. Já, það bara gildir af mjög víða aðra reglur og sendiherra heldur en venjulega embættismenn. Og það eru aðstofamenn ráðherra sem eru bara handvaldir án auglýsinga og engar sérstakar hæfniskröfur og mjög oft fólk sem mjög tengt ráðherranum í stað þess að stækka þá í starfi, þá tekin einhver sem líkur. En ég ætla að fara núna yfir í Þorvaldur, nokkra staðreyndir. Íslenskir ráðuneytisstjórar búa við minna starfsöryggi en ráðuneytisstjórar í samanburðarlöndunum, segir Sigurbjörg eða segir í þessari skýrslu. Þetta getur veikt stöðu þeirra sem stjórnenda gagnvart starfsfólki og ráðherra og dregur möguleikum þeirra til að beita sér þegar mikið liggur við. Er þetta vandi? Já, það maður má segja það ef það kemur upp svona óöryggi að þá er verið að tala um það að ráðuneytisstjórarnir út af sinni svona veiku stöðu gagnvart svona framhaldinu og annað að þá kannski hallist þér of mikið að reyna að uppfylla kröfur eða hugmyndir ráðherrans án þess að fara í lagaskilduna. Standi ekki lappirnar sem embættismenn sem skildi út af þessu. Já, og ég bara til þess aðeins að fara í söguna að ég byrja sjálfur 1978 þegar ég að byrja í viðskiptafræði þá byrja ég á ríkisbókhaldi inn í fjármálaráðuneytinu og þá var Höskuldur Jónsson ráðuneytisstjóri. Já, sem var forstjóri á TVR. Já. Og á þeim tíma var mjög mikið talað við ráðuneytisstjórana þegar að var verið að spyrja hvernig á að framkvæma þetta eða hitt. Lagastoð fyrir þessu og það var mér að segja ráðherrarnir pössuðu sig mjög á því að þeir voru spurðir af fréttamönnum eins og Vilhjálmur menntamálaráðherra að þá var frægt að hann sagði við blaðamanni ég þarf nú að spyrja Thorlacius ráðuneytisstjórann að þess áður en ég svara þér hvort að þetta í lagi þá voru menn að passa sig að svona að vera ekki með einhverju yfirlýsingar sem gengur umverulega ekki upp og það sem auðvitað mjög mikilvægt og það sem kom nú og var á ráðstefnunni málþinginu skýrsluna og akkurat það sem Ólafur var að nefna að það svo mikilvægt að það sé engin vafi á því að þessi æðstu yfirmenn sem eru að vinna með pólitíkinni að þeir séu mjög hæfir þeir kunni og að lesa og tala við pólitíkina og að það sé engin vafi hjá þeim í pólitíkinni sem koma inn að þessi ráðuneytisstjóri mun vera hann nýtur traust þannig að það leið og það ekki og nýr ráðherra kemur inn og fer að kalla á allskyns ráðgjafa út í bæ til þess að fá einhverjar skoðanir og fer fram hjá kannski embættismannakerfinu að þá farið að veikja það. Já. En aftur á móti og ég var sem sagt svo var ég að vinna hjá Ríkisendurskoðun 2003 til 2006 og þá á stjórnsýslusviði og fór þá í meistaranám og að því ég nú svona áhugamaður stjórnsýsluna þá skrifa ég það svona svipað burðum og þessar skýrslur yfir 300 blaðsíðna meistararitgerð sem heitir Árangursrík stjórnsýsla og þar sem ég dreg fram ákveðnar hugmyndir og þar akkurat sama hugmyndir að í þessum toppstöðum
siti menn bara 2 tímabil eins og er þarna og þessi hugmynd sem að koma fram að það sé miðlag svona mannuð skrifstofa líka sem svona það sé ekki verið að skipa þessar nefndir bara í hvert sinn heldur að þetta sé svona myndist þekking og þetta verði miklu stabil og það mjög gott. Miðlægt stofnanna minni. Já, og það verði miðlæg eiginlega, það að segja að búa til fast ákveðnar reglur, til dæmis mannaráðningar og ferlin, þannig að það sé skilur einhver festa og samræmi í því. Já, og það mjög mikilvægt og það líka þannig í þessum löndum sem við höfum verið að bera okkur saman, að þegar menn fara í þessi embætti, sem eru mjög krefjandi eins og ráðuneytisstjóri að þá vita þeir af því að þeir komast tilbaka í sitt gamla embætti eða fara inn á þessa skrifstofu eða fara í annar ráðuneyti þannig að ef menn sýna að þeir eru verulega hæfir og hafa náð árangri að þá svo mikið not fyrir þá í þessu umhverfi til að tryggja þessa festu og það rétt bara að nefna það að það að sko ég held að það einhvers staðar nálgast 2000 milljarða sem ríkið að eyða. Og hvað skiptir miklu máli að í þessu umhverfi sé mjög hæft fólk sem reynir að fremsta megni að vera þjónar skattgreiðenda og almennings til þess að fara sem allra best með peningana. Og það verður ekki gert og ég tók á því í minni ritgerð að þegar ný ráðherra að koma inn þá ætti sem sagt á 4 ára fresti að minnst að fara yfir alla málaflokka sem eru undir hverju ráðuneyti þannig að ráðherran fengi að vita frá sínum embættismönnum að svona stendur þessi málaflokkur. Hvað getur hann þá gert, nýr ráðherra? Þá getur hann strax tala við embættismennina og sagt í mínum stefnumálum og þá vil ég að við leggjum aðeins meiri áherslu á þetta og minnkum hérna í þessu þannig að embættismennir viti og geti unnið með ráðherranum að því að hrinda stefnunni í framkvæmd. Það sem vantar svo mikið í stjórnsýsluna hjá okkur og veikir hana að það svona að menn eiginlega opna á svona mig langar að gera eitthvað en menn sko festa það ekki niður og forgangsraða verkefnum og slíkt og þegar maður fer að tala um árangurstjórnun sem algjört lykilatriði og í 1996 var byrjað inn í stjórnarráðinu á árangurstjórnunar þannig að það átti að implementera árangurstjórnun. Út af hvað gengur árangurstjórnun? Hún gengur út af það að stofnunin sjálf, hún drægi fram sín verkefni og leggi þau fyrir ráðuneytið og það sé ráðuneytið og þeir tali saman og það sé algjörlegur konsensus á milli ráðuneytis og stofnunar lykilverkefnin. Við viljum og við ætlum að styðja, segir ráðuneytið, að þetta séu forgangsverkefni og þarna getur ráðina þá alltaf komið inn í. En það sem náðist ekki og það var skrifað skýrsla af Ríkisendurskoðun 2004 sem heitir náðist árangur að þetta var ekki gert með nógu markvissum hætti þannig að það var ekki komin á þessum árangursviðmiðunum og þegar ég geri mínar skýrslu og að spyrja verið að vinna réttu verkefnin hagkvæmt og skilvirkt þá enda ég að segja að ég get ekki svarað þeirri spurningu af því að það ekki verið að tekka á því hvernig farið nákvæmlega með þið opinbera fé. En hefur þetta ekki breyst til eins betra hyggjurðu á þessum tíma sem liðin Já, hvað sérðu árangursmælingar? Ég vildi og kom með tillögu 2011 að með hverri einustu stofnun að því að í ritgerðinni minni þá eitt lykilatriði sem ég dreg fram
það opinberar upplýsingar, þannig almenningur geti séð, það fara 500 milljónir í þessa stofnun, hvernig þeim varið? Og ég var búinn að teikna upp og sagði með ríkisreikningi ætti að koma svona yfirlit sem segir bæði hvernig starfsmannunum líður og hvernig þjónustu eða viðskiptavinunum líður. Stofnunin að veita akkurat réttu þjónustuna? Þegar þetta ekki gert, eins og ekki gert í dag, með nægilega markvissum hætti, þá ekki verið með bestum hægt að veita fjárveitingarnar. Hvernig á Alþingi að vita það, á ég að setja 500 milljónir í þessa stofnun þegar það ekkert mat á því hvernig hún að standa sig eða hvað verkefni nákvæmlega hún að vinna og hefur unnið vel eða illa að. Og hvernig á að meta hæfni forstöðumannan ef það ekki gert eitthvað slíkt. Ég ætla aðeins að víkja núna að aðstoðar fólki ráðherra, eins og við nefndum innbröðum aðeins á aðan, að það komi engar hugmyndir fram í skýrslunni að fækka þeim stöðum. Þeim hefur nú verið að fjölga reyndar upp á síðkastið. Ekki frekar stutt síðan að hver ráðherra var bara með einn aðstoðarmann. Núna eru þeir ekki upp í 3 í einhverjum tilvikum eða hvað? Já, ég má aðeins koma inn í þetta með aðstoðarmennina. En aðeins áður hún gerir það, að það líka það líka mikið fjallað það að þetta aðstoðarfólk eins og við nefndum á, það ekki með formleg völd innan ráðuneytisins og getur ekki gefið starfsfólki nein fyrirmæli. Og við vorum aðeins að ræða munin á Danmörku, Íslandi og svo Noregi og Svíþjóð áðan. Í ljósi þess að þetta oft framlenging á ráðherrunum sjálfum, þetta aðstoðarfólk. Þá spennandi að velta fyrir sér, skýrslan segir svo sem ekkert það, en finnst ykkur persónulega spennandi að velta fyrir ykkur einhvers konar uppbroti þarna? Já, það þarf, málið nefnilega þetta með aðstoðarmennina, að það eiginlega svolítið kunst vegna þess í öllu þessu viljum við sjá að stjórnsýslan sé að vinna skilvirkt og fara vel með peningana. Aðstoðarmennir, hvert hlutverk þeirra? Það svolítið að fylgja eftir því sem ráðherrann að leggja upp, styðja við ráðherrann. Það þarf að tryggja það að ráðuneytisstjórinn úthluti þá ákveðnum embættismönnum til þess að vinna með aðstoðarmannum. Hann hefur ekki umboðsvald, en hann að ýta við og kannski að fá ákveðna vinnu sem ráðuneytisstjórinn þarf síðan að vera ábyrgur fyrir og þess að það svo mikilvægt að ráðuneytisstjórinn og ráðherrann séu, í mjög þéttu og góðu samtali. Þannig að nýta vegna þess að það sem hefur gerst og alveg þekkt og hægt að taka dæmi að ráðherra hefur verið að koma inn með sitt fólk, draga fram alls hluti, en síðan vill hann fara með af stað að innleiða. Þá allt í einu bara að segja embættismennum þetta passar ekkert og þetta svona og þeir orðnir kannski fúll á móti eða eitthvað Þannig að þá gengur ekki innleiðingin neitt. Þannig að þetta og þarf líka að árétta betur hvernig þessir og hvert umboð þessara aðstoðarmanna þannig að það sé ekki óöryggi á milli af því að leið og allt sem maður segir leið og það óöryggi í þetta mitt hlutverk eða ábyrgð og svo framvegis að þá verkefnin ekki að vinnast skilvirkt og vel. Nei. Ólafur, værið þú hrifinn af aðstoðarráðherrum í þessu landi? Ég vil nú kannski segja fyrst að menn segja nú stundum og það kannski ástæða til að glifa á því þegar maður horfir á dapurlega íslenska umræðu aukaatriði að einhvern tíma var sagt upphefð mín kemur að utan. Og ég held að það sé mjög gagnlegt að horfa á nágrannalöndin. Við héldum, eða forsætisráðuneytið hélt núna ráðstefnu í framhaldi af birtingu þessara skýrslu, þar sem ég var fundarstjóri og þar töluðu 3 sérfræðingar, erlendir sérfræðingar. Það var maður frá OECD sem vinnur með ráðningamál og skipulagst
skilvirkrar stjórnsýslu, það er Kanadamaður sem hjá OECD. Síðan var ung kona sem að vinnur fyrir innanríkisráðuneytið í Hollandi og vinnur einmitt hjá stofnun sem við vorum að nefna áðan sem að hefur svona með það að gera hvernig þú samræmir ferla og skipulag varðandi ráðningar. Og síðast en ekki síst var hér Dani Bú Smith sem að nú enn eldri en ég, fæddur 1947. Hann var í opinberri þjónustu í Danmörku í hálfa öld. Hann hefur verið ráðuneytisstjóri í fleiri en einum ráðuneytum, gegnt fjölmörgum trúnaðarstörfum. Hann var formaður nefndar sem skilaði áliti 2015 sem var að fjalla nákvæmlega sama efni og þessi skýrsla hér. Nýnæmi þessara skýrslu hér nú ekki meir en svo þó að þetta sé nýtt á Íslandi. Að ef við horfum á nágrannalöndin Noreg, Danmörk og Svíþjóð síðustu 30-40 árin þá hafa margar svona skýrslur verið gerðar. Og það akkur það auðvitað vegna þess að hlutir breytast og þetta eru gríðarlega þýðingamikil viðfangsefni. Bú Smith sagði mér og kom fram þarna á fundinum að hann hefur verið sem sé unnið sennilega sem ráðuneytisstjóri, allavega sem topp embættismaður með einhverjum 8 ráðherrum úr ólíkum flokkum og þeim hefur öllum lynt mjög vel. En það sem að mér fannst þess vegar merkilegt varðandi það sem hefur verið að gerast í Danmörku þetta. Í Noregi og Svíþjóð þá erum við styrkjum við pólitíska valdið sem allir eru sammála að eigi að ráða. Styrkjum við það með þessu kerfi aðstoðarráðherra sem þú ert að nefna. Og ég hef ekki myndað mér sérstaka skoðun á því hvort að það gæti verið heppilegt hér, en auðvitað það hlutur sem að er sem sé full ástæða til að hugleiða. En við erum hins vegar í danska módelinu, eða það sem kallað hefur verið vestnorræna líkanið, þar með þessu mikla ráðherraræði og veikum ríkisstjórnum sem heild sem hefur ýmsa galla. Og Danirnir eru með svona aðstoðamannakerfi eins og við og nema ég held að það séu nú einhverjar hæfniskröfur reyndar embættismennina, ég þori ekki alveg að fara með það. En það náttúrulega augljóslega veikari stuðningu við ráðherran heldur en aðstoðarráðherrakerfið í Noregi og Svíþjóð. Í Danmörku, Danirnir búa við sama vanda og það sem að kom fram hjá honum Bú Smith að sú þróun hefur orðið á ráðuneytisstjórunum síðustu kannski 20-30 árin að þeir eru ekki lengur bara hlutlausir embættismenn sem að eru bara í því að slá á puttana á ráðherrunum eða ef að hann ætlar að gera einhverja vitleysu, til dæmis fremja lögbrot. Á síðustu 35 árum hafa nú 2 danskir ráðherrar farið fyrir landsdóm í Danmörk og verið dæmdir. Núna síðast Inger Støjberg sem að gengur hins vegar vel í pólitík með Danmörku demokratana. En það sem þeir hafa gert á móti sem í Danmörku að ráðuneytisstjórinn hann fer líka að veita það sem þeir kalla taktíska pólitíska ráðgjöf. Það að segja, hann segir, ok, hér þú þessi ráðherra, þú ert með þessa stefnu og ég hjálpaði bæði við lagasmíðina og svo að því að ég kann á kerfið í þessu flókna samstefnustjórnarkerfi og samspili milli embættismanna og stjórnmálamanna, þá hjálpa ég þér líka með því að benda þér á þær leiðir sem eru árangusríkastar til þess að þú getur náð þessu í gegn. Þannig að þar í rauninni hinn ópólitíski ráðuneytisstjóri komin í svolítið leiðsagnar hlutverk og þá náttúrulega lykilatriðið að hann sinni ráðherrum úr öllum flokkum jafnt og það virðist ekki hafa verið sérstakt vandamál hjá dönunum. En þetta auðvitað, þessar stóru spurningar auðvitað ástæða til að velta fyrir sér. Nefndin hefur hins vegar kosið að leggja til að við höldum okkur innan okkar hefðar
þá náttúrulega líka mjög gaman að velta því fyrir sér hvort við ættum að afnema ráðherrastjórnsýsluna sem í Danmörku og hefur marga mikla galla þar sem einstakir ráðherrar ráða allt og miklu og ríkisstjórnin í heild ekki nægilega ábyrg og forsætisráðherrann ræður allt og litlu. Hér gengur öll pólitík bara meir og minna út á það hver verður ráðherra og að verða ráðherra. Það verður bara að segjast eins og það bara rosalega mikið sótt það og ég sótti í það og svo þegar ríkisstjórnin eru myndaðar þá bara það þvílíka persónupólitíkin sem stóra máli það nú við sem við höfum nú kynnt okkur eða annars staðar að það nú mjög víða svona Björn hér fámennar en stóra máli í þessu svolítið það að akkurat eins og Ólafur rakti hérna áðan sem að vera að leggja upp með ráðningar og annað bara að með því að það sé verið að vinna svolítið þvert á ráðuneytin þá minnka líkurnar á því að einstaka ráðuneyti fari villur vega, getum við sagt og einstaka ráðherra svona hlaup út undan sér og vegna þess að það svo dýrt ákveðat eins og Ólafur nefndi líka áðan þegar lög og það ekki búið að hugsa hlutina og það of mikið það til dæmis á okkur að það eiginlega sett fram eitthvað sem menn vita alveg frá fyrsta degi að kostar allt og mikið, við erum ekki með fjármagn í það og það ekki búið að móta hvernig og innleiða það. Hvað ráðuneytisstjóri að gera þegar hann heyrir eigin ráðherra gaspra með eitthvað í pontu einhver staðar sem hann veit að kostar milljarða úr ranni ríkisins. Hann ber skylda til þess að hann hefur upplýsingarskyldu gagnvart ráðherranum þannig að honum ber ef hann telur að það sé til dæmis verið að misfara með fé eða að það sé verið að færa hluti tæknilega vitlaust út að þá ber honum að skýra ráðherran og því upplýsa ráðherran ef ráðherran heldur við fast við sitt og þá það þannig og sérstaklega kannski megin skylda ráðuneytisstjórans að vara ráðherran við ef að ráðherran hyggst brjóta lög og það gerist og eins og ég nefndi hefur tvisvar sinnum hafa ráðherrar verið dæmdir í Danmörku en af því ég var nú að tala hvað mér fyndist þessi umræða hér dapurleg það að segja að hún legðist strax í aukaatriði og skæklatóg og skítkast í einstaka menn í staðinn fyrir að ræða efnislega málið. Samanber fréttmokans í dag. Já, það þín orð. Nei, það þín orð. Það mín orð. Já, þá það mín orð. Og þá vildi ég nefna að í þessari frábæru skýrslu í viðaukanum að þar eru viðtöl sem hún Sigurbjörg átti við einhverja nýju fyrrverandi ráðherra frá 1990 bara fram til vora daga úr ýmsum flokkum og eitthvað álíka marga ráðuneytisstjóra og þar verið að spurja þessa menn eða þetta fólk sem að þekkir til og hefur verið í þessum hlutverkum sambandi milli ráðherrans og embættismannsins og þeir eru ekki sammála allt skárra væri það nú og hafa svona aðeins mismunandi sögu að segja bæði af ráðherrum eða ráðuneytisstjórum en það sem einkennir þessi viðtöl öll að þau eru öll aðalatriði. Það eru engar upprópanir, það eru engir skrækir, það engin að segja embættismennirnir ráða öllu við pólitíkusarnir ráðum engu. Þannig að svona í dapurleikanum yfir blaðaumræðunni þá getur maður bara sögt sér niður í skýrsluna og séð hvað þessir vísu ráðherrar og vitru ráðuneytisstjórar hafa málið að segja. Og það ekki nóg sagt að þegar stjórnsýslan og þess vegna svo mikilvægt að hugsa stjórnsýsluna í heild sinni hvernig að það sé spennandi þegar ég var að byrja í stjórnsýslunni
Þú átt einhverja harmsögu inn í stjórnsýslunni, er það ekki? Jú, Viltu ræða hana eitthvað? Já. Tengist hún þessu sem við erum að tala? Vissan hátt sko stöðuveitingar, því að þegar það gerðist þegar ég var nú ungur maður sko, rétt 30 og var búinn að fara til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og skrifaði mína lokaritgerð í sko 1982 þegar ég var viðskiptafræðingur reglur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og uppgjör alls ríkisins og síðan fór ég í það að fara að móta og búa til kerfi fyrir bókhaldið og svo hætti ríkisbókarinn og ég sæki og sá sem var nú skrifstofustjóri og í goggunaröðinni hefði verið svo næstur í embættið að hann vildi ekki sækja og hann studdi mig sko. En svo og Albert Guðmundsson var það ráðherra og þá komið mér þetta upp og þá á þeim tíma var nú ekki einu sinni kallað í okkur í viðtal sko, sem sóttum nema allt í hennu fréttu við allt í hennu fréttu við það bara að búið ráða mann sem ekki var innan ríkisins hafði starfað fyrir borgina og þetta ekki til bókhaldsríkisins og ég fer nú að fund Alberts af því að það var nú sagt að það væri ekki gott fyrir ríkisbókhaldið að missa mig út og hann segir við mig að hann var mjög heiðarlegur og horfði á mig og segir Þorvaldur minn, já, þann Geir Hallgrímsson hringdi nú í mig og var nú að skamma mig svolítið fyrir að hafa verið svona vondur af því ég var nú í borginni og hafði nú verið að eiginlega rak þennan mann þar og baði mig að ráða hann inn og ég sagði já en ég skal nú ég vil að þú verið áfram og þú farið launahækkun eða eitthvað hvað það nú var sko. En það sem þetta gerði var það og sem má segja sko, hvað þetta kostar að fara í svona vitleysu að við komum á bókhaldskerfi ríkisins sem við hönnuðum sem hét Bár og var mjög stabílt og við lögðum okkur mjög fram að það væri gott og það var forstöðum með gátu ítt á einn takka og sé hvernig fjárhagsstaðan var það verður trúnaðarbrestur raunverulega á milli ráðuneytisins og stofnunarinnar af því að það kom svo í ljós að raunverulega þegar á reyndi treysti ráðuneyti ekki alveg forstjórunum sem gerir stundum í svona pólitískum ráðningum og fer að taka til sín alls síns verkefni sem ríkisbókhaldið áttur raunverulega að sinna og ég segi við þá, heyrðu þið verðið þá að ráða einn ríkisbókara sem þið treystið og veita þessu manni þá sko einhverja sérlausn annars hætti ég og það var það sem ég gerði ég sagði upp minni æviráðningu og hætti þarna 1991 en það liði ekki nema 2 ár þar til þann var látin víkja og fór í sérverkefni og kom inn annar ríkisbókari en þá var líka farið í að útboða bókhaldskerfi ríkisins sem hefur kostað ríkið marga milljarða mjög slæmt kerfi Já, ég meina sko og þannig að það má alveg leiða líkur á því ef það hefur verið staðið rétt á þessari ráðningu minni að þá hefði ríkið verið miklu farsælla í sínu bókhaldi og kostað miklu minna og þetta þetta dæmi það hvað dýrt að missa fólk út og annað dæmi að ég var búinn að starfa sem þróunarstjóri af því að mitt ævistarf var að hanna bókhaldskerfi og upplýsingakerfi fyrir ríkið og ég á Sjúkratryggingum Íslands það flóknasta tölvuumhverfi sem hægt að hafa vegna þess að þú ert með allsins réttindakerfi frá því að fara í apótekið og fá afgreiðslu og vita hvað þú átt að borga og þetta gerist allt í rauntíma eða þú fer til sérfræðings eða tannlæknis og svo framvegis þetta allt sérkerfi en þau þurfa að leiða upplýsingarnar inn í bókhaldskerfi og greiðslukerfi og þetta kerfi sem ég hannaði og kom á það og ennþá í notkun að með 9 milljónir hreyfinga á ári
En og ég var hægri hönd Steingríms Ara sem mjög virtur og mjög heill embættismaður. Svandís Svavarsdóttir, þetta var dæmi þessa reglu með 5 ára regluna. Hann vildi ekki ráða hann áfram. Og það var sem sagt, þannig að hann fekk tilfærslu, eins og hann átti rétt á, Steingrímur. En þegar nýr forstjóri kemur inn, að þá hafði ég verið hægri hönd Steingríms. Og það myndaðist einhverja hluta vegna svona, og ég hafði líka sótt og það var líka akkurat það sem kom fram að yrði nafnleynd og ég tek alveg undir það. Og það getur alveg verið eðlilegt að nýr forstjóri hafi haldið að ég myndi eitthvað verða leiðilegur og færði mig til og svo framvegis og svo endaði hann með því sem líka annað sem þarf að hafa í huga að hún fór í breyting á skipuriti færði til eins og ég hafði lagt til að all upplýsingamál af því að þetta svo stórt og flókið umhverfi og þarna eru milljarðar að fara í gegn að það væri sérstakt svið upplýsingatækni. Öll mín verkefni voru flutt þangað en mér var sagt upp og ég átti ekki að fá að því að hún ætlaði að ráða annan til þess að taka mín verkefni. Í almennu stjórnsýslu talað 2 atriði sem ef þú ert brýtur að þeir í starfi eða verkefnin ekki lengur til staðar þá má segja þær upp. Það voru öll verkefnin til staðar en með þessari skipulagsbreytingu var 14 deildarstjórum sagt upp. Starfsmenni voru ekki nema 120 og þannig að þetta var yfir 10% af starfsmennum sjúkratrygginga 2020 var þetta að gerast. Valdníðsla. Algjör. Og BHM benti ráðherranum á að þarna væri ekki rétt og fór í mál út af þessu. Ég fór síðan í persónulegt mál út af mér til þess að láta reyna á þetta hvort að þetta væri í lagi af því öll mín verkefni og þau fluttust öll á eitt stað. Ég tapaði málinu og tapaði nokkru milljónum sjálfur persónlega á því. BHM hefur ekki í dag tilkynnt þetta. Þessi framkvæmd, til dæmis í máli Helga, var að ríkissáttasemjara. Þá hefur verið saksóknara að þá hefur verið í lógalagi að breyta bara skipuritinu og segja við þurfum engan vara og rekan eins og það var gert til mig og þetta fólk vegna þess að það komið dómur að ríki megi gera þetta fari í skipulagsbreytingu öll verkefni til staðar en reka mannskapinn og í þessu tilfelli var endurránir á þessum 14 voru eitthvað cirka 7 endurránir og ég var bent á að ég skildi nú sækja að ég þekkti nú allt til og það var eftirlits, deildarstjóri eftirlits og ég hafði bent á mjög margar hluti í eftirlitinu sem var hægt að bæta en það var svo mikil óvildin í minn garð að forstjórinn hann taldi það væri betra að ráða fyrrverandi þjóðleikhússtjóra í starfið. Já. Og þannig að þetta verður nú endalok mín í stjórnsýslan og þessi íferð það verður ekki verið negin framþróun í nýjum kerfum hjá sjúkratryggingum síðan 2020. Stofnunin og við, almenningur í landinu, er búin að tapa 100 milljóna á þessari framkvæmd. Já, þetta leitt að heyra. En ertu sammála Ólafi bara, við þurfum bara á síðustu 2 mínútunum. Ólafur, þú ert búin að marglofa þessa skýrslu, þeir eru mjög þarft framtak. Já, eins og útlendingarnir sem komu hérna, þeir lofuðu líka þessa skýrslu. Já, og hérna svo gagnrýni sem hefur komið fram á hana, þér finnst hún ekki snerta aðalatriðin og missa marks og... Já, eina gagnrýni sem ég hef séð sem að þeir efnislega og nær einhverju máli er grein sem að Þórdís Kolbrún Gylfadóttir skrifaði. En sko... Ég hef nú ekki verið á mínum ferli mikið að taka afstöðu í einstökum dægurmálum eða með málefnum tiltekinna flokka. En ég hef hins vegar áhuga á
stjórnkerfinu í heild og leyfi mér að tala mjög skýrlega það sem ég tel vera mjög mikla skafanga á okkar kerfi sem að í það heila tekið eitt af betri kerfum í heimi. En við gætum verið nær Norðurlöndunum. Nú á síðasta sumri þá held ég að það hafi að minnsta kosti getum að gera sér vonir að ein mesta meinsemd íslenska stjórnmála í áratugi, málþófshefðin á Alþingi, henni hafi bara verið slátrað. Og sko þar með málþóf þessu tagi þekkist hvergi. Náttúrulega alls ekki á Norðurlöndunum. Andlýðræðislegt. Það andlýðræðislegt, það heimskulegt, það sóun á tíma, það spillir framgangi góðra mála, það eru engin rök sem halda neinu vatni með málþófshefðar sem menn að tala í 160 klukkutíma. Þeir eru fundist þetta alltaf að sigla í betri átt. Það að sigla í betri átt og nú held ég að sé lag fyrir núverandi ríkisstjórn, vonandi í sátt við núverandi stjórnarandstöðu því að þetta eru engin hægri vinstri mál. Þetta eru bara umbótamál í sjálfu stjórnkerfinu að nú verði stigið það skref að reyna að drepa síðustu leifarnar af pólitískri fyrirgreiðslu í formi geðþótta embætta veitinga ráðherranna. Og ég vildi kannski þá ljúka þessu fyrst við erum búinir á tímanum. Sko, menn nöldra hér endalaust og væla hvað embættismennirnir ráði miklu og það sé alveg hræðilegt. Og það svona það hefur ákveðið fylgi í ákveðnum hópum og populistar allra landa þeir klifa á þessu. Hins vegar held ég, og það svolítið erfitt að við erum alltaf að útskýra akkur þetta sé nú eiginlega lykilatriði í lýðræðislegum stjórnarháttum ef þeir ekki að ganga, þá verður að vera með hæga og marga og góða embættismenn. En það eitt sem að ég bara bendi mann þá á að skoða. Hvað gerist ef þú ert ekki með almennilegt embættiskerfi? Hvað gerist ef þú rústar embættiskerfið? Við höfum því miður þannig tilraun í gangi í Bandaríkjunum núna, þar sem að Trump til dæmis taldi að það væri árangursríkast til þess að skera niður starfsmannafjölda ríkisins að ráða Elon Musk. Og hann kemur bara og lætur eins og hálfviti og það stenst ekkert. Og efast ekkert góðan vilja Elon Musk í þessu efni, en hann var bara gjörsamlega vanhæfur til þess að sinna einhverjum stjórnsýslu umbótum í bandaríska kerfinu. Já, og það akkurat, ef ég tek bara aðeins boltan hérna, að það sem maður vill sjá mjög sterkt og gott embættismannakerfi sem styður auðvitað pólitíkina, eins og Ólafur nefndi að pólitíkin auðvitað með stefnumörkun og það skilda á þessara embættismanna vera ekki þannig pólitískir að þeir bregða eitthvað fæti fyrir, heldur eiga alltaf að styðja við. En það þarf líka þroska og þú þarft að það þarf að vera spennandi fyrir hæfileikaríkt fólk að fara inn í þetta kerfi, þroskast og mentast, alveg eins og Daniel kom inn á. Hann var í 50 ár. Þú þarft að læra á pólitíska hugsun, það er svo mjög, og þetta er allt annað starf nefnilega, og það hefur farið mjög í taugarnar á mér, að menn tali bara að það með reka og ráða þessar menn í stjórnsýslunni. Þess að þú ferð inn og þú ert að læra, þú verð sérfræðingur í ákveðnum reglum fyrir ríkið. Þetta er allt annað heldur en almenna markaður og þú átt líka að eiginlega afsala þér ef þú ferði í þessa herristöður, það afsala þér pólitískum afskiptum. Kjarni málsins, Björn, embættismenn og stjórnmálamenn eru ekki andstæðingar. Þeir eru samherjar. Og ég ætla að koma með eitt kjarnamálsins hérna á móti áður en ég kveð ykkur og þakka ykkur fyrir komuna. Ég held að einn hluti gagnrýni á yfirstéttina í embættismannakerfinu sé kjaraskriðið. Ég held að menn séu svolítið svona að sparka í þennan hóp sem er farin að njóta verulegra kjarabótar umfram hinn almenna mann. Það var náttúrulega, það var minna bil hérna áður
og ég held að það sé eitt af því sem liggur á baki gagnrýni og svona pungsparka í þennan heim, en nú verðum við að hætta vegna þess að ég heyri að það komið ný áhöfn sem að býður eftir að fá hérna stúdíu. Taka betur. Það aldrei að vita nema eftir að hittast aftur hér en bara ég segi bara kæra þakkir fyrir komuna. Að fyrir þjóðina að þá skal fólk akkurat eins og þetta ræðum þetta að sterk og góð pólitík og sterk og góð stjórnsýsla grunnurinn af farsælu samfélagi. Já, einmitt, við höfum þar loka orðin og kæra þakkir Ólafur og Þorvaldur. Við höldum áfram hér eftir andartak, kæru hlustendur, ekki fara langt. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir. Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.